Sögumiðstöðin í Grundarfirði fékk nýlega yfirhalningu frá Inga Hans og nú samfélagsmiðstöð bæjarins. Þegar okkur ber að garði hérna mólakaffi og meðlæti á miðvikudögum. Við ætlum að taka fólkið tali og bara fara inn í stemminguna. Olga, sögumiðstöðin hérna í Grundarfirði, hún samanstendur á bókasafni og bæringsstofu og safni og nú komin samfélagsmiðstöð hérna. Við dettum inn á mólakaffi. Segðu mér aðeins frá starfinu. Já, sko, starfið sem ég í svona tímabundið starf hjá bænum og við erum hérna hittust á miðvikudögum, byrjuðum með mólasopi eða mólakaffi á morgni, en núna komin líkamsrækt á morgnana, 4 morgna, þannig að við færum okkur þangað til eftirhádegi og þá þetta búið að breytast úr mólakaffi í kaffi og meðlæti. Og svo erum við alltaf með eitthvað í gangi líka. Núna vorum við með stúlkur, Linda María Níl sem var með söngnemendina sína og þær tóku lagið og þetta í annað skiptið sem hún kemur með söngnemendur. Síðast þegar við vorum hérna að þá var Unnsteinn Guðmundsson sem bauð upp á að fara að sjá hvolpana hjá sér. Þetta eru eldri borgarar sem koma hérna saman? Þetta eru eldri borgarar og hérna, en allir velkomnir samt. Já, það geta allir bara komið með. Þetta eldri borgarfélagi sem ég svona í samvinnu með þessa stund, sko. Já, ekki hátt í, sko, hvað, annað 100 manns að koma hérna í gegnum samfélagsmiðstöðina? Jú, það að gerast, sko, því að á mánudögum vinahúsið og á þriðjudagum saumurinn og við erum á miðvikudögum og svo á fimmtudögum fer að byrja kallakaffi. Þannig að það má segja að það sé ansi vel hérna nýtt húsið núna. Já. Og við vorum ekkert smá heppin því að þið voruð að fara inn í bæringsstofu í fyrsta skipti í langan tíma. Já, langan tíma. Eftir gagngerðar endurbætur. Og þessi myndir sem ég hef verið að skanna, að við höfum varpað þeim hérna á sko vegginn, en þá höfum við að draga fyrir, þannig að þið sjáu bara núna hvað það gott að geta haft þetta sér, sko. Já, nú þessum myndum varpað upp inn í bæringsstofu og það verið að rifja upp bara gamla tíma. Já, myndirnar í bæringsstofu getur ekki verið betra. Já, þið voru nefnilega með öfluga ljósmyndara hérna í Grundarfirði. Já, alveg, við eigum alla sögu eiginlega Grundarfjarðar af því að heimildirnar ná það langt aftur og Grundarfjörður ungu bær, þannig að... Já, hvað hét hann? Bæring Cecilsson. Þið fengu hérna nemendur á tónlistaskólanum og það svolítil velta í því, það kom ekki alltaf sömu nemendurnir. Þetta hlýtur líka að vera gott fyrir tónlistaskólan að fá tækifæri til að æfa sig. Hún sagði það á Linda og við hugsaðum það líka svolítið. Það fengi líka saman unga og eldri og líka núna eftir COVID-ið, þá svo gott fyrir þau að koma fram, fyrir þau hafa verið eins og við öll sko lokuð inni. Þannig að hitta hérna þetta unga fólk og þau okkur og fá að tróða uppi, þetta alveg yndislegt. En þetta hérna sem við erum í núna, þetta torg, hann hugsaði þetta sem torg og þar fer samfélagsstarfið fram. Já. Þetta skemmtileg uppstilling, þetta svona einhvern veginn miðjan í rýminu. Já, þetta svona miðjan í rýminu og stólarnir á borðinu ekkert alltaf svona, það fer eftir því hvernig. Þær eru með þetta öðruvísi, þeir eru að sauma. Við hefum haft þetta bara aðalfundur til þess eldri borgarafélagsins þegar hann var. Að þá var bara dekkað upp eins og þetta væri lítið veitingahús og þannig að það bara allir möguleiki á því í þessu torgi.